Já, komið sæl og verið velkomin hingað til okkar í VAFFIB. Ég heiti Björn Berg og er fræðslustjóri VAFFIB. Það komið að því, loksins eftir ansi langa pásu að við Íslendingar erum farin að velta fyrir okkur erlendum mörkuðum og við í VAFFIB höfum lagt ríka áherslu á umfjöllun erlenda markaði og fræðslu þá núna að undanförnu vegna þess að nú styttist vonandi í afléttingu gjaldeyrishafta, eða bendir allt til þess. Einn hluti erlendra fjárfestinga sem við höfum sýnt mikinn áhuga og erum spennt fyrir að sjá hvernig framhaldið verður eru hrávörumarkaðir. Viðskipti með hrávörur hafa verið mikið í fréttunum að undanförnu, þannig að tímasetningin gæti í rauninni ekki verið betri. Við höfum séð mjög miklar sviptingar, helst eru það lækkanir sem hafa ratað í fjölmiðla og okkur fannst því tilefni til þess að bjóða upp á sérstakan fræðslufund hér hrávörumarkaði og stöðu þeirra. Og til þess að ræða þetta við okkur höfum við fengið Vigni Þór Sverrisson sem er fjárfestingastjóri hjá okkur í VAFFIB og hefur áður haldið fyrirlestra fyrir okkur erlenda markaði og sér svolítið þau mál hér hjá okkur. Hann ætlar að halda hér stutta tölu það helsta sem að bæði það sem við höfum heyrt og setja það í samhengi en líka það sem að kannski færri vita af að hefur verið að gerast á þessum mörkuðum. Og við ætlum að geyma spurningar þar til í lokin, svona tillitssemi við þá sem að fylgjast með okkur á vefnum, en í lok upptökunar, lok fundar þá ætlum við ekkert að flýta okkur heim, heldur ætlum að vera hér aðeins saman og ræða málin. Þannig ég ætla að gefa Vigni orðið. Takk fyrir þetta, Björn. Já, tímasetningin á þessu. Ég hafði svolítið gaman að því að fyrst að við ákváðum þetta í svona miðjan desember að halda þennan fyrirlestur og hrávörumarkaðirnir svolítið svona nýtt umræðuefni á svona fundum að þá kannski óráð okkur ekki fyrir tímanum sem við værum á okkur á þessari stundu að ræða þennan markað þar sem að allt er að hríðfalla. Olían eins og í morgun opnaði 3% niður, fór 3% upp, fór svo aftur 3% niður og tala ekki að við séum svona á þessum tímapunkti það sem er líka mikið í fréttunum hrávöruverð. Og við ætlum í dag að bara fara aðeins yfir hennar markað, aðeins í grunninn á honum og hvað er það sem ræður verðum, en svo ætlum við að fara aðeins nánar inn í ákveðna flokka af fjárfestingum. Og kannski svona til gamans að þá held ég hef aldrei þurft að uppfæra gröf jafn ört fyrir fund og fyrir þennan fund. Það var nánast svona klukkutíma og eftir klukkutíma þá grafið sem ég var að setja inn var orðið úrelt. Þannig að þetta er svona það nýjasta sem ég gat gert á þess að breyta ég alveg rétt á hann. En aðeins bara þessa yfirflokka, við erum með á mörkuðum sem við getum þá átt viðskipti með inn í kaupöllum að þá eru svona þessi skipti í 5 flokka. Þetta eru góðmálmar sem eru svona gullið og silfrið, við erum með aðra málma sem eru þá iðnaðarmálma og svo erum við með orkuna sem er mikið í umræðinu núna sem er bæði gas, olía, húshitunarolía og bensín og svo erum við með landbúnaðarafurðir og skógarafurðir. En fókusinn hér í dag, bara út frá tíma og annað, það verður fyrst og fremst að munum við ræða olíuna og orkuna þess og svo í raun gull og silfur þá svona sem fjárfestingarkosti en við förum líka aðeins inn á iðnaðarmálmana bara út frá stöðu Íslands til dæmis varðandi álverð. En þegar ég fór að skoða þetta svona og sá hvaða hrávörur var mest átt viðskipti með, þá kom mér svolítið óvart að kaffi er númer 2 á listanum. Númer 1 er hráolía sem er mest viðskipti með í kaupöllum með hrávörur, en kaffi er númer 2. Og svo fór ég að skoða af hverju það er, vegna þess að það er hverjum degi í heiminum að þá er svona drukkið 1,6 til 2,3 milljarða bolla af kaffi. Þannig maður skilur kannski okkur Starbucks á hverju einasta götuhorni hver sem maður fer til útlanda. En þið sjáu að það er hráolía, kaffi, gas og gull og svo kemur hveiti, bómull, korn, sykur og svo silfur og kopar sem álið er ekki þarna á topp 10. En örstutt svona hvað það er sem að ræður verðinu á hrávörum. Þetta hrávöruverð ræðst í raun af framboð og eftirspurn nánast í sínu einföldustu mynd. Og ég setti hérna gamni bara svona hvað það gæti verið sem myndi hækka verð á hrávörum, bara svona innganginn í erindið. Og þetta eru hlutir eins og minni framleiðsla, aukinn hagvöxtur, einhver uppskörubrestur, vannýttar auðlindir, minni birgðastaða, verðhækkun á staðkvæmdarvöru, óhagfelld veðurskilyrði, það er mest frægt hérna þegar kom næturfrost í Flórída, að þá eyðilögðist appelsínu uppskeran, þannig að þá hækkaði verð á appelsínum. En svo okkur má eiginlega finna sambærilega punkt á móti sem að lækkar verðið eða eykur framboð. Það er aukin framleiðsla,
minni hagvöxtur eins og við mega við í dag, góð uppskýra, nýjar auðlindir og svo framvegis. En talandi hagvöxt, að þá hefur það mikið verið í umræðinni hér núna að hagvöxtur í heiminum að minnka. Ólíkt því sem við erum að upplifa hér á Íslandi, þar sem við upplifum ákveðin uppgangstíma, að þá hafa hagkerfin í heiminum verið aðeins að hægja á sér. Og ef við skoðum hvað að gerast, og hér ég með sem sagt hagvöxt í heiminum frá 2008 og spár fyrir 2016 og 17, 2015 einhverju liti líka spá, og þannig við sjáum hvað þróun og við sjáum stóru gulu súlurnar þarna, að þetta Kína. Svo framan af þessu tímabili þá Kína að vaxa þetta 9,2 til 10,6% á ári. Þessi vöxtur að koma núna hratt niður og eiginlega það hratt að fjárfestar í heiminum farnir að hafa áhyggjur af stöðu hagkerfisins í Kína og það sé jafnvel að kólna enn meira. Við sjáum þarna eru spár fyrir 2015 upp á 6,9%, 6,5% 2016 og 6,3%. En óttinn núna á mörkuðum snýr að því að þetta þurfi jafnvel að fara enn neðar og undir 6%. Og framleiðsluvísitölur og annað sem hafa verið að koma frá Kína hafa svolítið verið að ýta undir þetta. Á sama skapi sjáum við að heimurinn í heild hefur verið að koma svona aðeins niður úr þessu 3,4% hagvexti, aðeins niður í 3,1% spár núna og jafnvel verið að það leiðréttar enn neðar. En Bandaríkin hafa kannski leitt þetta, kannski þróaðri mörkuðum. En við sjáum það líka að nýmarkaðsríki sem hafa verið svona drifkraftir hagvextar í heiminum og þau hafa líka verið aðeins að koma niður í hagvexti. Og svo þarna það sem við sjáum á neikvæðu súlum og þessari ljósbláu súlum, það evrusvæðið, en þar eru meiri áttar aðgerir Seðlabanka Evrópu reyna að koma því hagkerfi aftur í vöxt, það sem hefur verið nánast með samdráttar tímabil þarna og mjög lítinn hagvöxt. En viðskipti með hrávörur, bara svona til þess að átta okkur á því að í heiminum eru kringum svona 86 kauphallir. Þær eru staðsettar á mjög mismunandi stöðum og flestar kauphallir sem eru í einhverju heimalandi, til dæmis í Afríku, eða mikið með landbúnaðarvörur, í Ástralíu þá mikið eins og málmar og aðrar vörur tengdar útflutningi þeirra þjóðar. En langmesta veltan að þessu hefur verið að fara í gegnum bæði í Bandaríkjunum og svo líka í gegnum London eins og gegnum með málmanna og hérna listaði ég upp bara nokkra kauphallir bara til þess að sýna svona hvað væri í boði. Til dæmis í Chicago getur maður átt viðskipti með vísitölur, korn, sauðfjárbúnir og hveiti og Nimex leiðandi í gas og olíu. London Metal Exchange með ál, stál, kopar sem svona sitt stærsta. Intercontinental Exchange sem kallað ICE, þeir eru með fyrst með sykur og olíu og svo Multi-Commodity Exchange sem MCX hefur verið með silfur, gull og gas. Og viðskiptin í þessum kauphöllum eru gríðarlega mikil á hverjum einasta degi og maður bara þarf ekki annað en að fylgjast með olíugrafinu undanfarna daga til að sjá hvernig þetta bara gjörbreytist bara sekúndu fyrir sekúndu. En það alveg af sem áður var að þetta var allt gert á kauphallargólfinu eins og við sjáum myndir frá Chicago þar sem menn stóðu á gólfi með miða og rétt upp hendur og voru með ákveðið merki hvort þeir voru að selja eða hvort þeir voru að kaupa og hvað það væri mikið, 1 lota, 2 lotur og svo framvegis. Núna 90% af veltunni orðið bara rafræn viðskipti. Þannig það búið gjörbrylta þessu markaði með tilkomu þessara svona rafrænu kauphalla og það sem áður var kannski opið bara hlutadegi, bara meðan opnunartími kauphallanna farið að eiga viðskipti með alla sólarhringinn eins og olíuna. En þá skulum við fara aðeins í bara olíuna og ég kallaði þennan hluta frá $25 í 140 í 8,30 á 15 árum. Og olía í fréttum, þetta bara það sem ég bara googlaði einfallega bara fréttir, tók nokkra svona fyrirsagnir og það allt núna, það erum að snerta 10 ára lágmark, við erum 11 ára lágmark, nálgumst 13 ára lágmark í olíunni. Og menn að horfa þarna á eins og hér heima, olían lækkar en áhyggjur af Japan, áhyggjur af Kína, hvar eru sársaukamörkin, hvað að gerast og þannig að þetta mikið í fréttunum. En aðeins til þess að útskýra nánar þennan olíuheim og hvað að gerast þar, að þá kannski ágætt að átta sig á hverjir leikendurnir eru á markaðnum. Og hér setti ég upp heimskort bara til að sýna hvar olíuframleiðslu löndin eru. Og þarna sjáum við að þau sem eru dökkblá hér uppi, það eru OPEC-löndin sem hafa svona verið markaðsráðandi í þessu. En við sjáum líka stór hluti Bandaríkjanna og Alaska og líka Kanada
Þeir eru líka stórir olíuframleiðendur og náttúrulega Rússlandi og sjáum við Noreg og Norðursjávarolíuna þarna líka. Þannig þetta nokkuð vel dreift og það einna helst ef við sjáum þarna að það vantar inn þarna Evrópulöndin og svo náttúrulega hluti af Afríku sem hefur ekki verið að sækja mikið olíu. En helstu útflutningsþjóðir olíuafurða og þarna var þetta ákveðin svona tipping point eins og það er kallað á ensku að Bandaríkin eru orðin stærsti útflytjandi af olíuafurðum í heiminum. Tóku fram úr Sádi-Arabíu nú ekki alls fyrir löngu. Og þessi breyting gjörbreytti í raun orku umhverfi Bandaríkjanna. Þannig að þeir voru ekki lengur farin að flytja svona mikið af olíuafurðum, voru allt í rauninni netto útflytjendur. Stórir neytendur af olíu, en allt annar markaðir, þeir voru ekki eins háðir ytri þjóðum til að skaffa þeim olíu. Og við sjáum svo önnur lönd þarna eins og Sádi-Arabía, Rússland, Kína og Kanada og svo sjáum við þarna OPEC-löndin sem koma þarna strax á eftir og Noregur er þarna cirka 15. stærsti svona útflutningsaðili á olíu í heiminum. Eftirspurnarhliðin, þetta vísu tölur síðan 2013, það ekki til samræmda tölur fyrir þessi ríki sem ég hatt fundið á mjög auðveldan hátt nýrra en Bandaríkin þarna eru búin að lækka mikið í innflutning og eru orðin minni heldur en Kínverjar. Kínverjarnir eru orðin stærsti einstaki innflytjandi á olíu og olíuafurðum í heiminum. En þarna sjáum við lönd eins og þarna fara að koma nær löndin eins og hjá okkur hérna. Við erum með Þýskaland, þarna Ítalíu, Spán, Bretland, Holland. Þetta allt lönd sem eru ekki að framleiða mikið olíu sjálf. En aðeins þá í raun að Bandaríkjunum og hvað gerðist þar? Og ef við horfum á Bandaríkin, þá voru þeir nokkuð svona flöt í framleiðslunni sinni á þessu tímabili sem við settum upp hérna. Þetta frá ársbyrjun 1999 og þetta var svona smá lækkun í framleiðslunni hjá þeim. En svo gerist eitthvað hérna í kringu 2010-11. Þeir fara að þróa nýjar aðferðir til þess að ná í olíu og þá hefst þessi svo kallaði fracking-iðnaður eða shale-iðnaður í Bandaríkjunum. Og þetta búið að leiða til þess að 70% framleiðslu aukning hjá Bandaríkjamönnum. Og þessi aukning var til þess að þeir eru minni innflytjendur af olíunni. Þetta jók verulega framleiðsluna og gerði það stærsta útflutningsaðila olíunar á þessum tíma og enn þann dag í dag. En þetta fór svolítið fyrir brjóstið á öðrum framleiðendum að þeir varu konur með svona mikið framboð þarna af olíu og orðnir ekki eins háðir og það má eiginlega segja svona að það olíustríð á markaðnum í dag og ég með sýna það hérna aðeins meira á eftir. En þessi aukning í olíunni að hún í olíu sem hlutfallslega dýrar að ná upp úr jörðinni og ég set þarna inn að áætlað verð sem að þessir framleiðendur þurfa að hafa, til dæmis þessi í fracking-iðnaðinum eða þessum nýja iðnaði í olíunni, sé á bilinu 60-80. Og þegar ég segi 60-80 þá meina ég að það það sem að allir olíubrunnar væru á fullum afköstum alltaf. Náttúrulega þeir geta að lifa við verð sem lægra, en við erum strax farin að sjá það núna bæði frá apríl á síðast ári að þá búið að vera að loka borholum og einfallega vegna þess að iðnaðurinn þarna hann ekki ríkisrekinn. Hann þarf að standa á skil á skuldum og hann fjármagnaður á markaði og þannig að þeir loka hólum sem eru óarðbærar og treysta á frekar á hinar. En þessi framboðsminnkun í Bandaríkjunum sem menn átti vona á kæmi strax þegar olían fór í 50 eða 60, hún hefur verið miklu hægar heldur en markaðurinn gerir ráð fyrir. Þannig að meira olíu koma frá Bandaríkjunum á lægri verðum heldur en markaðurinn raunverulega gerir ráð fyrir. Og það kemur einmitt inn á þetta að hér mynd sem ég sett upp sem að snýra frambóð eftirspurni. Eftirspurnin þarna græna línan, frambóðið rauða línan og verðið á olíunni svo hægri ásinn og það bláa línan. Og sjáum almennt þá hefur veruleg aukning verið á eftirspurn eftir olíu í heiminum. Og þetta snýr á því að nýmarkaðsríki að koma inn. Við erum bara almennt með iðnvæddari þjóðir sem þurfa meiri orku og olía enn þann dag í dag mjög nauðsynlegur hluti bara sem orkugjafi í hagkerfum. Og þannig þetta hefur alltaf verið svona ákveðin stígandi í þessu. Við sjáum það til dæmis ef við horfum á stóru hækkunina þarna rétt í kringu 2007 í olíunni, þá sjáum við að þarna fór eftirspurnin langt fram úr framleiðslunni. Þannig þetta ýtti olíuverðinni þarna yfir $140.
Þannig að þar kom svona meir eftirspurn heldur menn ættu von á, olíuframleiðslan tiltölulega í höftum og eins og þarna kannski OPEC sem að stýrði svolítið framboðan á markaðinum og svo kom náttúrulega efnahagshrunið og olíuverð hrundi. Eftirspurnin hrundi líka en það var líka dregið úr framleiðslunni á móti. Þannig að OPEC-ríkin komu saman ákveða að draga úr framleiðslu. En það sem er að gerast núna, kannski við horfum bara á þarna frá svona af því að 2014, þá sjáum við að rauða línan sem er framboðslínan er búin að aukast mun eða hækka mun hraðar heldur en eftirspurnarþátturinn. Og þetta er svona þetta olíustríð sem er á markaðnum. Og það er bara þannig, það er olíustríð á markaðnum. Þegar að Bandaríkin fóru svona mikið inn á markaðinn, að þá kom Sádi-Arabía og menn áttu kannski vona að það eru mikið olíu á markaðnum, Sádarnir og OPEC myndi fara að draga úr framleiðslunni, en í staðinn settu þeir 1,8 milljón tunnur inn á markaðinn og það sem ég gerði svo í kjölfari var að þeir fóru svona í söluferð, meðal annars Evrópu, að tryggja sér langtíma kaupendur olíunni. Þannig voru að tryggja sér markaðshlutdeild. Bara að kaupa olíun okkur og þið fáið gott verð. Og það er svolítið það sem er búið að gerast núna og meiri segja í þessari viku, í byrjun þessari viku sáum við fréttir af því að olíuverðið væri komið í $35-6 en Sádi-Arabarnir voru að bjóða olíuna undir því verði ef þú keyptir af þeim. Og hvað eru reyna að gera? Þeir bara reyna að losa út ákveðna keppinauta með þessu. Keyra olíuna niður, en spurningin er núna þegar eftir svona ýkta sveiflur þegar olíuna er komin í 30, hversu langt geta það farið með þetta? Og þarna sjáum við þá þetta mikla fall sem er búið að vera og þið sjáum það að línan, að verðlínan, hún byrjar að falla leið og við sjáum það að framboðið fyrir að aukast mjög hratt. Þannig að þetta er bara fylgning beint þar við. En eitt sem ég langar að benda hér á í varðandi umræðinni hérna heima, að olíuverð og bensínverð, að við heyrum oft í fjölmiðlum og annað að vera að tala sem sagt, olían er búin að lækka 30%, af hverju lækkar bensínið ekki? Og það sem ég vildi bara sýna á þessari mynd er að það er fylgni milli olíuverðs og bensínverðs, en hún er ekki 100%. Og við sjáum til dæmis í mann sérstaklega eftir umræðinu í sumar, að þegar olíuverðið var hérna að lækka og þið sjáu það einmitt á þessu grafi, hérna svona undir það síðasta, að olían var búin að lækka mjög mikið, en bensín var ekki búin að lækka eins mikið. Það lækkar, en það lækkar í raun kannski með öðrum sveiflum. Það er ákveðina svona sveiflur sem er eftir árstíðum í bensínverðinu, til dæmis þegar kemur að ferðamannasumri eða kemur svo kallar driving season í Bandaríkjunum, að þá er venjulega bensínverð aðeins á uppleið. Og rauða línan sem ég setti þarna inn, að þetta er í raun framlegðin fyrir olíuframleiðendur að framleiða bensín í staðan fyrir að nota þeir bara í hráolíu og svo kallar hérna crack spread. Og það sem þetta þýðir að þegar það er mjög hátt, þá er mjög hagkvæmt að vera að framleiða bensín og við sjáum það okkurat núna að þá er mjög hagkvæmt að framleiða bensín að því að bensínverðið er búið að lækka aðeins minna heldur en olíuverðið. Þannig við mættum kannski eiga von á því að fleiri framleiðendur fara að snúa sér að því að framleiða bensín og þannig að framundan væri kannski einhver frekari lækkun á bensínverði. En í þessu miklu lækkunum þá er spurningin skiptir olíuverð einhverju máli fyrir framleiðslu þjóðarinnar? Og þannig eru komin í kjarnan að því af hverju það er olíustríð. Og hér fékk ég lánaða myndi frá Economist sem sýnir olíubirgðir heimsins, þannig ég útskýri myndina. Bláu löndin eru OPEC-löndin, grænu löndin eru sem sagt ekki OPEC-löndin, aðrir framleiðendur. Og svo er spurningin, þegar þetta er grátt eða ljósari lit, að þá eru olíubirgðirnar sem eru með óarðbærar að sækja þér. Þannig að óarðbært að sækja. Hér miða ég með $100 olíu og þannig sjáum við það að megnið af birgðum heimsins, sem er þá súlan lengst til vinstri, megnið af birgðunum eru hagkvæmar. Það er gott að ná í olíu á $100. Og við sjáum þetta með þess að Sádi-Arabía, að nánast hver einasta borhola hjá þeim og hver einustu birgðir sem eru í jörðinni eru hagkvæmar. En hvað gerist ef olían fer til dæmis niður í $60? Þá breytist myndin rosalega. Við erum ennþá í $60 og við sjáum það að aðrir framleiðendur heldur en OPEC að það versnar ástandi á þeim. Það er ekki eins hagkvæmt að ná í olíuna á $60 tunnunni heldur en það var þegar hún var 100. Þannig við horfum þarna til eins og Rússland, náttúrulega mikið af
eða svona norðursjá eða svona, já, bara, já, svona svo kallaði Arctic olíu. Bandaríkin, það fer innan við helmingur af því verður hagkvæmur og þannig kemur aftur inn á hvernig fracking-iðnaðurinn og hefur verið. Það er ekki allar olíubyrjar þessi landa orðnar arðbærar. En þá er spurning, hvað gerist ef við förum í $40? Þá eru nánast allir aðrir framleiðendur sem að ná í olíu nálgast að vera óarðbærir. Við sjáum það er Rússland, smá hluta Bandaríkjunum og Kanada sem er ennþá arðbær. En við sjáum það að OPEC-löndin er ennþá með megnið að sínum svona olíubirgðum, kannski fyrir utan Venezuela, sem eru arðbærir að sækja. Og nú vorum við að sjá til með nýjar spár hér, Royal Bank of Scotland spá frekara lækkun. Við sáum Morgan Stanley segja $20 olíuna og Standard Chartered kom í dag og sagði $10 olíu. Hvað myndi gerast ef hann færi undir 20? Í $20 olíu þá er það fyrst af henni Saudi-Arabía sem getur keyrt áfram olíulindin sína á hagkvæman hátt. Nánast öll önnur olíuframleiðslu ríki í heiminum eru farin að tapa á olíunni. Það er bara dýrar að reka brunnin heldur en afurinn sem hún færði út úr honum. Og þetta er það sem í rauninni er í gangi á markaðnum í dag. Það er verið að keyra niður olíuverð til þess að losa út óhagkvæma framleiðendur. Og við sjáum það til í Bandaríkjunum að það hefur verið, ég held að sé verið einhver kringum 7% af þessar fyrirtækja sem hafa verið í þessum olíuiðnaði þarna í miðríkjunum sem hafa verið í fracking eru komin í einhvers konar fjárhagsvandræði eða komin í svokallað default nú þegar og ég sé spár að þetta verði fjórðungur og allt upp til 50% til lengur sem þetta ástand varir. Þannig að OPEC-ríkin á að keyra niður verðið og þeim er kannski bara alveg sama. Eða hvað? Þetta hlýtur af einhver áhrif á það svona lágt olíuverð. Og við sjáum bara kostnaðin við að ná í olíuna að hann er langlægstur hjá þeim löndum eins og þarna Kúveit, Saudi-Arabía, Írak, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Íran. Ódýrt að sækja olíuna þar. Ef við horfum svo á Bretland og Brasilíu, Kanada og Bandaríkin, það mun dýrar að ná í olíuna þar. Og þetta er svona heildarframleiðslukostnaður. Og ég vil líka kannski benda á þeir sem hafa verið að skoða mikið í þessu gögn að þetta er mjög reiki, dollar fyrir dollar, hvað þessar tölur eru, en þetta er svona besta heimildi sem ég gæti fengið frá Rystad Energy. En þannig sjáum við að kostnaðurinn er hagfelldur þeim ríkjum sem eru með ódýru olíu og alveg svo við sáum þá á fyrirmyndinni, þetta eru fyrst og fremst OPEC-ríkin. Önnur lönd þurrkast út, orðið óhagkvæmt að keyra olíuna undir 20, undir 30 líka, eins og staðan er þarna. Og þetta er meðal annars þarna línan sem ég var alltaf að reyna var að færa alltaf til þess að reyna að sýna hvar verðið var í dag. En þá er spurning, hvaða áhrif hefur þetta á rauninu á þjóðirnar með svona lágt olíuverð? Og hér eru bestu spár fyrir opinber fjármál og olíuverð. Hvað þurfa í OPEC-ríkjunum og ríkjum sem eru svona kallað Central Asia, Caucasus, sem er ríkin, og OPEC-ríkin og þau sem eru í Miðausturlöndum, hvaða olíuverð þurfa þau til þess að opinber fjármál verið hallalaus? Og þá breytist myndin rosalega. Og ég setti þarna gamni 2014, 15 og spár fyrir 2016 og þá sjáum við þarna að Saudi-Arabía þeir ná ekki að halda jafnvægi í ríkisfjármálum hjá sér. Ekki á þessu olíuverði. Saman með Katar. Líbía er búið að taka mikið til í sínum opinberri fjármálum en ríkisreksturinn í þessum löndum er búin að vera stækka svolítið. Þau þurft að eyða meira í hernaðarmál, meira í heilbrigðismál, það er bara ákveðin fólksfjölgun þarna, þeir eru ekki með mikið að skatttekjum og þess vegna sjáum við eins og núna fréttir eins og frá Bahrein og fleiri löndum þar sem eru að hækka bensínverð kannski 60%. Það er bara vegna þess að það eru of dýrt fyrir ríkið að vera með þetta lága olíuverð. Og bara sem dæmi eins og ég finn nú yfir þá eftir en þegar Saudi-Arabía er farin að huga því að selja hlut í sínu olíufélagi, ríkisreknu olíufélaginu, og það er ekkert annað merki það að þeim vantar dollara. Það er ekki nóg mikið af dollarum að koma inn til þess að reka þetta. Þannig að þið sjáu það að fyrir þessi ríki, og eins og sjáu bara þetta með Saudi-Arabía, þá þurfa það miklu hærra verð til þess að þetta opinber fjármál bara einfaldlega reki sig. Þannig spurningin er olíuverðið hægt að halda í svona lágu til lengri tíma? Og þessi mynd myndi segja að það væri
olíustríð í gangi, menn eru að reyna að keyra framleiðendur út af markaði og svo fara þær að koma sér aftur upp í eðlilegt ástand. Enda líka spár sem að við höfum séð bæði inn á Bloomberg og hjá okkar, svona hjá greiningaraðilum, að þá sjá þeir allir að eftir 12-18 mánuði verði olíuverð hærra en í dag. En olía þá í samhengi að það ekki bara neikvæð áhrif nema kannski fyrir útflutningsaðila á olíunni, að hver $20 lækkun, og ég minni að þessi glæra sem við gerðum hérna fyrir annan fund, að olíuverð hefur í kringum 60 þá, að eykur hagvöxt í heiminum 0,5%. Sjáum bara eins og áhrifin hér heima á lægra olíuverði. Við finnum það þegar við förum á bensíndæluna með 180 og einhvað versus það að vera að borga 240. Það finnum það fyrir því í buddunni. Og sama hér með skipaflótan okkar. Þetta eru jákvæð áhrif fyrir skipaflótan. En þetta er líka jákvæð áhrif fyrir aðra framleiðendur af hrávöru, að lægri orkuverð skila sér þá í lægri kostnaði fyrir það, en sem að hefur svo líka þýtt þá lægra afurðaverð fyrir þá, að því einfaldlega hráefnið eru ódýrara. Og sjáum þarna að þegar olían er í $85, að þá er útflutningsverðmæti Sádi-Arabíu kringum $270 milljarðar á ári, en aðeins 125 ef að tunnan er í $40. Þannig að þetta skiptir landir rosalega miklu máli. Og við sjáum bara til dæmis eins og fyrir Indland að þetta er kringum 30% innflutning í Indlands er olía og olíutengdar afurðir. Þetta er engin smá bónus fyrir það land og þá íbúa að fá inn þetta miklu ódýrara, og enda líka hafa þeir verið að reyna að vinna í því að minnka niðurgreiðslu ríkisins til neytenda í gegnum olíunum. Það er greitt niður olíunotkun og það gengur víst eitthvað erfiðlega núna. En framleiddar þarna eru 96 milljón tunnur á olíu á dag, og þetta er þá $2.980 milljarðar á ári ef að olíutunnan er 85, en í $30 þá er þetta ekki meira rétt rúmlega $1.000 milljarðar. Þannig að þetta munar rosalega miklu, og það er bara þannig að olía og olíuútflutningur, þetta er svokallað zero sum game. Þeir sem eru að flytja hann út, þeir fá minna, neytendur, þeir græða. Það er meiri hagvöxtur þar. Þannig að við fáum þetta í formi lægri verðbólgu, sem er kannski ekki sérstaklega gott fyrir eins og evrusvæði sem er að reyna að hækka verðbólgu. En ég veit að hér á Íslandi þá er allavega mér nokkuð ánægð með það þegar olíuverð lækkar upp á verðtryggðu lánin okkar. En hvað gerir OPEC? Hvað er framundan? Það eru aðeins 3 lönd í OPEC sem geta staðið undir áratugalöngum verði undir $50. Og það eru Sameinuðu arabísku furstadæmin, Kúveit og Katar. Þessi 3 lönd geta keyrt í 20 ár á olíuverði undir 50, ekkert mál. Það er vegna þess að þeir eiga varasjóði og eru með opinber fjármál sem eru svona tiltölulega lítil sig, þannig að þeir geta bara keyrt á varasjóðina. Og við sjáum sem dæmi eins og núna ég var að sjá fréttir úr fjármálaheiminum að Sádi-Arabía er búið að taka í kringum $100 milljarðar úr eignastýringu hjá evrópskum bönkum á þessu ári, eða á síðasta ári. Þannig að þeir eru að taka til sín peninga til þess að geta sett inn í ríkisreksturinn, til þess að halda jafnvægi þar. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann varaði í nóvember við að öll þessi lönd myndu klára bara varasjóðina sína. Og svo kemur þessi frétt með Saudi Aramco, sem að ef það er skráð á markað, að þá er það stærsta fyrirtæki á markaði. Það myndi fara fram úr Apple bara svona. Þetta er risa fyrirtæki. En svo dróðu þeir aðeins úr því og sagði að kannski er þetta bara vinnsluhlutinn af fyrirtækinu. En þeir eru það í alvörunni þegar þetta er komið upp á borðið, og við heyrðum þetta viðtal við mann frá bandarísku fyrirtæki, og hann sagði bara að þegar Sátarnir eru farnir að horfa á það að selja hluti ríkis olíufyrirtækinu, þá er þeim að blæða einhvers staðar. Og ég held að ég geti alveg verið sammála því. OPEC-ríkin, þau hafa verið treg til að draga úr framboði og hafa jafnvel frekar verið að auka það eða tryggja sér langtíma kaupendur á þessum markaði. Og við sáum til minns fréttir í dag að fulltrúi Nígeríu í OPEC kom fram og sagði, jú, menn vilja fara að hittast núna og ræða þessa miklu lækkun á olíuverðinu. Bara klukkutíma síðar voru vitnað í annan meðlimi í OPEC og sagt nei, það er engin fundur á dagskránni. Svo 20 dögum síðar jú, það er líklega fundur í mars. Þannig það er komin þrýstingur á það að fara að gera eitthvað í þessu. En
þeir segja líklega yrði næsti fundur í mars, þannig við erum í janúar, þannig að það getur verið töluvera sveiflu þangað til. Og olíufyrirtæki í Bandaríkjunum hafa átt mjög erfiðan tíma núna og mörg þessara fracking fyrirtækja sem er skráð á markað eða eru svona í svona einkageiranum að þau eru með skuldabréf sín núna í ruslflokki og við sáum það til dæmis í lok síðasta árs og þá var þessi svokallaði high yield markaður eða kannski slæmt að kalla high yield flottar heldur en rusl en það var mikil lækkun á þeim markaði og þannig ávöxtunarkrafan þarna og sum fyrirtæki komin upp í 18–19%. Þannig það er erfitt að þjónusta þessu skuldir og spurning hvort það fari einhver svona gjaldþrot áfram. En í stuttamáli að þá erum við að horfa á það að markaðurinn allavega í dag að Bandaríkin í dag eru ekki að draga eins mikið úr olíunni eins og menn áttu von á en það er bara þessi stóra spurning hvað ætlar OPEC að leyfa verðinu að haldast lágu lengi og svo kannski hún stærri spurning eftir svona það sem gerist í kringum áramótin að ná Íran og Sádi-Arabía saman að lækka eða minnka framleiðsluna. Nú Íran náttúrulega að koma að því að þeir eru að fara viðskiptaþingarinn að hætta þar þegar þeir eru að koma aðeins meira framboð inn á markaðinn en á sama tíma þá Sádi-Arabía nýbúin að það var aftaka þar á klerki sem að mikils metum í Íran og þannig það var svona olíu og eldi í það pólitíska stríð þannig að geti verið pólitísku þrýstingur þarna að þeir geti ekki náð saman. Þannig að það verður mjög forvöldilegt að sjá hvað OPEC gerir í þessu en boltinn er svolítið hjá þeim. Það er einn góðmálmar og þetta er mjög skemmtileg fjárfestingarvara og sér í lagi að mér fannst þessi tilvitnun hans Warren Buffett mjög skemmtilega að gull er grafið úr jörðinni í Afríku eða einhvers staðar og svo bræðum við það niður, gröfum aðra hólu, gröfum það aftur niður og látum svo menn standa í vörð og passa það. Þetta verður engin not og ef einhver verður frá Mars og horfa á þetta og myndur örugglega klóra sér í hausnum hvað í ósköpunum verðum að gera við þetta. En gull samt hefur verið horft á sem fjárfestingarkost í gegnum tíðina sem vörn gegn verðbólgu, hrun á mörkuðum eða bara einfaldlega með spákaupmennsku með gullið. Og hér tók ég svona nokkrar fréttir sem hefur verið þarna og gullið sem dæmi fór upp 4,1% meðan heimsmarkaðurinn lækkaði 6%. Þannig að það var 10% munur á því eiga gull eða eiga hlutabréf bara núna strax á fyrstu dögum ársins. Þannig að þegar það er hræðsla á mörkuðum þá hafa fjárfestar verið að færa sig aðeins yfir í gullið. Og sama með silfrið, silfur er 18 sinnum minni markaður heldur en gullmarkaðurinn og var áður notað sem myntfótur en það er minna notað í raun sem vörn af því að þetta er lítill markaður tiltölulega og þannig að það er tiltölulega auðvelt fyrir stóra fjárfesta að vera að hafa mikil áhrif á þetta. En silfur ólíkt gulli hefur ýmis önnur not heldur en bara til geymslu. Og við sjáum þá helstu gullnámu lönd heimsins að það eru 12 lönd sem eru með cirka 66% af framboði í heiminum. Þetta er Kína, Ástralía, Rússland og Bandaríkin og Kanada. Svo eru minni lönd eins og Perú og Suður Afríka. En svo er einmitt mjög áhugavert að sjá þá í hvað þetta gull fer sem er verið að sækja þarna. Og ef við horfum á gullið og þá var eftirspurnin á þessum árum 2010 til 2014 22.200 tonn eftirspurnin og framboðið var 22.000 rúmlega og sjáum það yfir helmingur af gulli er notað í skartgripi sem er námað á hverju ári. Þannig að það kom mér verulega óvart að þetta væri svona raunverulega hátt hlutfall þannig að kannski hefur gull einhver not þannig að þetta gleði einhvern með því. Kauphallarsjóðir voru nokkuð flatir í að eiga gull, medalíur, það voru ekki ólympíuleikar hann inn á milli og heimsmeistarakeppnir og svo eru opinbera myntir sem eru svona oft safnmyntir og svo gullstangir. Svo að seðlabankar verið að kaupa einhvað í gullforða hjá sér en svo hefði ég mjög gaman að því að stendur þarna tannlækningar sem er þarna þriðji frá hægri og ég held almennt að tannlæknar væru hættir að nota gull en það var samstarfsfélagi minn sem benti mér á nú að rappararnir væri alltaf með gulltennur, hvort þetta væri þeirra hlutur í heimsframboði á gulli sko. Þannig að það getur vel verið.
En svo silfurlöndin að þá breytist myndin aðeins og við sjáum þarna að framleiðslan mun meiri og helstu löndin þarna eru Mexíkó, Kína og Perú og þetta er meðal annars komið illa við Mexíkó, útflutningunum þarna á silfrinu, að silfurverðið búið að vera að lækka mjög hratt. Ef við horfum svo á silfurframboð og hvernig það er nýtt, að þá er aðeins 20% af því sem er notað í skartgripi og álíka er notað í myntir og stangir, oft svona silfur ígúl eins og í Bandaríkjunum. Það er svona heldur verkefni sínu, svo er ákveðin húsbúnaður, en svo er iðnaðar eftirspurnin sem er langstærsti hlutin í silfur eftirspurninni. Þannig að silfur svona sem fjárfestingarkostur, að þá er kannski verið meira að horfa á þetta sem iðnaðarvöru. Þetta er notað í gemsunum okkar, þetta er notað í tölvutækninni mikið og alls konar iðnaður sem að treystir á eins og í svona hálfleiðara iðnaður í tæknigeranum nota mikið silfur. En við skulum þá kíkja á hvernig gull, silfur og heimsvísitalan hefur verið og hér svona sett ég hérna inn rauða línuna sem er heimsvísitalan og þetta er allt í dollar og bara sjá hvernig verðþróunin hefur verið á þessu. Ef þú keyptir gull í árslok 2001 þá verður með betri ávöxtun heldur en heimsvísitalan. Sama ef þú keyptir silfur, en þú veist náttúrulega að þola töluvert meiri sveiflur. Þannig er kannski ein rökræðan fyrir gulli og silfri sem eignaflokki er að þetta kannski sveiflast eitthvað, en þetta getur alveg komið vel inn í söfn hjá fjárfestum að eiga smá gull og silfur. Og meðal annars til dæmis að þeim fyrirtækjum sem ég hef verið að hitta hér, að þá eru oft þýsk og svissnesk fyrirtæki sem að mæla með því að vera með alltaf 10-15% af eignuðinum í gulli eða silfri. En þeir eru kannski líka á svolítið öðrum staðum við, þannig að við erum kannski að horfa þetta á meira á að þeirra svona saga og menning hefur oft átt gull. En við sjáum að það er líka töluverðar sveiflur í þessu og líka það að við sjáum ef við horfum á seinni hluta á þessu tímabils að þá er gull og silfur búin að vera mun verra heldur en eiga bara einfallega hlutabréf. Og það er margt sem kemur þarna inn. Við erum náttúrulega að tala þarna lágvaxta umhverfi, við erum að pæla gífurleg innspýting á peningum frá seðlabönkum heimsins. Við erum að tala ógurlega mikla skuldsetningu líka í heiminum sem búið að eiga sér stað undanfarin ár og þeir sem eru að mæla með gulli hafa verið að benda á einmitt að öll þessi peningaprentun, allar þessar aðgerðir seðlabanka, þetta muni leiða til verðbólgu, þannig að þess vegna keyptu gull. Og þeir sem að horfa líka núna á pólitískt ástand á ýmsum stöðum í heiminum, þeir eru líka sagt að það er alltaf farið til landskotans, keyptu gull. En við skulum horfa á hvernig þetta var gull og silfur sem vörn í fjármálahruninu og ákveðin óviss á mörkuðum eykur alltaf eftirspurn eftir gulli. Þannig ef allt er að fara til landskotans að þá hafa eignastýringaraðilar og þeir sem eru að stýra peningum sérstaklega fyrir einstaklinga sett oft ákveðin hluti í gull. Og hérna sjáum við bara frá ársbyrjun 2008, ef þú hefði keypt gull á þessum tíma þá hefur sloppið nokkuð vel úr hruninu. Og muni hérna þegar gullverði er að fara þarna í hámörk og er búið að hækka þarna einhver 200%, að þarna erum við með krísurnar í Grikklandi. Þarna erum við með skuldaumræðan í Bandaríkjunum og skuldaþakið. Þannig að við erum með óvissu þarna á mörkuðum. Það sem gerði svo í kjölfarið, það leystist úr skuldakrísun í Grikklandi. Þeir ákveða að semja skuldi sínar í staðið að vera hægt að borga og bara fara í greiðslustöðun eða default. Og síðan þá eru seðlabankar heimsins búin að dæla inn ódýru fjármagninu á markaðinn og það hefur þá bara rauninni gert hlutabréf og áhættu meiri eignir meira spennandi fyrir fjárfesta. Þess vegna hefur rauninni gulli verið svolítið óvinsælt núna. Og svo er það sem ég kalla pappisgull og hér er áhugaverð mynd sem var að koma og þetta er sem sagt útistandandi samningar á gull hjá einni heldur gullkaupöll heims Comex er meira heldur en birgðastaðan þeirra af gulli. Þannig ef allir þessir samningar, ef allir hefðu áhuga á að fá gullið, þá gætu þeir ekki staðið við það. Og við sjáum það, okkur núna undanfarið í lokin, byrjun þessa árs, að þá hafi þessi samningar rokið upp og þannig að það eru fleiri útistandandi samningar á gull heldur en gull sem er í kaupöllinni. Þannig að það eru 293 únsur á móti hverju únsu af gulli. Þannig að pappírinn, það er meiri átt viðskipti með pappír heldur en gulli sjálft.
Og spurningin hvað gerist ef allir vilja svo fá gullið afhent, hvað gerist þá með gullverðið? Og þetta er svona skemmtileg bara að sýna hversu klikkaður þessi markaði getur verið og hvað rafræn viðskipti með gull ráða oft miklu meira heldur en undirliggjandi viðskipti. Og ég hlakka mikið til að sjá hvernig spilast úr þessu svona sérstaklega svona komandi vikum og mánuðum. En hvað framundan? Gullið búið að hækka 4% þegar ég skrifaði þetta. Það þessi 2,5% núna. Það búið að lækka aðeins undanfarið og heimsvísitalan var niður 6,1%. Og þannig sjáu það að þegar kemur svona mikil óróa á markaðinn þá gullið oft spennandi. En það hefur átt rosalega erfitt uppdráttar. Það þarf mjög lítið til þess að selja gullið niður aftur. Lág verðbólga í hagkerfum heimsins hefur verið að draga úr eftirspurninni og almennt í miklu verðbólguumhverfi þá vildi eiga gull af því að gull á að geta haldið verðgildi sínu og svo náttúrulega lágt olíuverð og minni hagvöxtur að það dregur úr þessu vörn fyrir verðbólgu sem að gullið ætti að vera. Órói í Mið-Austurlöndum ætti að hafa jákvæð áhrif á gullverð. Það ekki oft sem að biður stríð en í stríðsástandi hefur oft gullverð verið að gera mjög gott. Og svo þessi magnbundna íhlutun Seðlabanka heimsins og hún mun á einhverjum tímamóti leiða þessi verðbólgu. Bara ef þú dælir inn svona miklu peningamagni inn á markaðinn að það hefur ægilega alltaf leitt til verðbólgu og spurningin hvenær hafa menn verið að benda á. En þá spurning verður gullið þá vörn og svo það líka olíuverðið. Það getur ekki allan að með við forsendandi sem ég sýndi áðan ekki haldist svona lágt mjög lengi. Það getur verið einhverju mánuðir, einhver ár en kannski ekki svona lágt eins og í $30. Talar ekki ef við fengjum yfirskot enn neðar. Og svo spurning hvort að pappísmarkaðurinn muni halda. Þannig að það eru áhugaverðir tímar hérna í gullinu og það hefur verið mjög mikið úr tísku að eiga gull núna. Og við bara vilja eiga hlutabréf úr í 0 vöxtum og getur skuldsettið mjög ódýrt bara kaupa hlutabréf. En þá aðeins að iðnaðarmálmum og iðnaðarmálmar eru bara framboð og eftirspurn algjörlega í sinni einföldustu mynd. Það er bara ef framboð mikið þá bara lækkar verðið. Ef eftirspurnin meiri þá hækkar verðið. Og ef við horfum hvernig þróunin hefur verið þarna þá þetta ekkert ósvipað með aðrar hrávörur. Við fengum þarna þessa vísitölu þarna sem ég setti frá sem S&P svona Goldman Sachs Industrial Metals Index, bara hrávörur, iðnaðarmálmar í þeirri hlutfalli sem eru framleiddir í og sem eftirspurnin Þarna sjáum við það að þetta náði þarna í 2011 í kringum 300 komið niður fyrir 150, þannig að þetta 50% lækkun. Þannig að allar hrávörur eins og sjáum við erum að horfa á gulli búið að lækka, við erum að sjá olíuna búin að lækka, við erum að sjá iðnaðarmálmana búin að lækka. Þannig að þessi vísitala hefur ekkert komist undan í þeim lækkunum. Og hvað áhrifar þættir eru á þessum markaði? Að þetta fyrst og næst á vöxtur í einhvers konar þjóðarframleiðslu sem eykur eftirspurnin eftir þessu, alþjóðaviðskipti, iðnvæðing, við erum með innviðauppbyggingu ýmiss konar og svo náttúrulega framleiðslukostnaðir sem ræður miklu eins og við sjáum að olían eru ódýrari. Við erum með ákveðin verkföll líka sem geta haft mikinn áhrif á þennan geira og svo líka birgðastað í heiminum. Og þá verður maður að pælja, ef við horfum á þessa þætti, þarna eitt land sem alveg stendur upp úr og það Kína. Það öskrar á maður, öllur þessi hagvöxtur sem ég sýndi hérna í byrjun, þetta Kína. Kína búið að vera að vaxa hvað mest, nýmarkaðsíkjum er að vaxa hvað mest. Við erum með Kína, Indland, nýmarkaðina og þeir hafa verið helsti kaupandinn að þessu. Og svo náttúrulega lágt orkuverðið og það hefur líka haft árið til lækkunar á þessari hrávöru. Það er einfaldlega ef að okkur ætti kaupandinn að vera að láta endilega framleiðandinn nota alls góðs að því að framleiðslukostnaðurinn sé búið að lækka. Auðvitað vil ég fá betra verð. Og svo eins og bara þarna smá punktur álið. Að á síðasta ári áætlað eða var dregið niður eftirspurnar þörfin sem var áætluð fyrir það ár úr 6,5% niður í 5,6% út af minni áhuga frá nýmarkaðsríkjum þá einnig helst Kína. En nú er ég búin að segja Kína nokkuð oft. Kína og af hverju skiptir Kína svona miklu máli? Þetta er ástæðan. Sérstaklega í iðnaðarmálmunum að þá skiptir Kína alveg gríðarlega miklu máli. Og hér gott fyrir okkur Íslendinga aðeins að staldra við og sjá það að Kínverjar, eins og þessi mynd sýnir, hafa verið að kaupa í kringum 54% af því áli sem hefur verið að koma inn á markaðinn í heiminum undanfarin ár. 54%. Þeir hafa verið að kaupa í kringum 50% af öllu nikkel sem hefur komið inn á markaðinn, 48% kopar, 46% sinki og 46% tini líka.
45% af stáli, 40% af blýi og svo koma aðrar vörur þarna eftir eins og bómull með 30%. Þannig sjáum við að iðnaðarmálmunum hefur Kína verið stærsti kaupandinn eiginlega á markaðnum. Þannig þetta þegar ég sé fréttir og verið að tala að kínversk hlutabréf lækkuðu svo og svo mikið milli daga, það skiptir í raun engum máli vegna þess að kínverski hlutabréfamarkaðurinn ekki alveg nátengdur í raun hagkerfinu. Það sem skiptir máli er hagvöxtur í Kína að koma niður. Ef hagvöxtur í Kína kemur hraðar niður heldur en spár gera ráð fyrir, þá meira framboð af iðnaðarmálmunum og stærsti kaupandinn að kaupa minna. Og það sama við sjáum með framleiðsluvísitölunum í Kína núna, að þær að dragast saman og það þjónustujöfnuðurinn sem að halda hagkerfinu við. Þannig ef að framleiðsluvísitölurnar fara að detta niður og ef að gjaldmiðillinn verður jafn óhagkvæmur miðað við nágrannalöndin, þá getur framleiðslan farið úr því landi, þá dregur úr eftirspurn Kína eftir þessari hrávöru. Þannig að Kínverjar, þeir keyra þennan markað algjörlega áfram með raun sínu hagkerfi, eins og staðan í dag. Og til þess að sjá það, þá sjáum við til dæmis eins og hvernig álverið hefur verið. Og þetta náttúrulega, og við þekkjum þetta hérna aðeins frá Íslandi, mikið rætt álver, en álver bara í raun í sögulegu svona lágmarki. Þannig við horfum á þarna graf frá 1991. Og þannig líka bara minni framleiðslukostnaður eftir orkufrekur iðnaður ef við svo horfum á eins og búið að vera undanfarið. Orkufrekur iðnaður í umhverfi þar sem til dæmis ódýr orka, þá kemur álver niður. Líka eftirspurnarhliðin búið að detta niður, sérstaklega þá náttúrulega frá Kína og nýmarkaðsríkjum, að þá kemur smá press á álið. Kannski að jákvæða í álinu að það að koma inn nýjar afurðir, bara sem dæmi sá maður til eins og Ford, að þeir gátu létt stóru pick-up bílana sína fleiri 100 kíló með því að nota ál í staðinn fyrir stál. Þannig það spurning hvort að vera einhver vöxtur þar. En álfyrirtækin að bregðast við þessu og hér tók ég bara nokkra fréttir sem að ég vissi að væru hérna á sveimi og við sjáum það að fyrirtæki hafa verið að loka framleiðslustöðum eins og Century Aluminum, þeir hafa verið að loka álfyrirtækjum í ákveðnum löndum og ákveðnum svæðum. Alcoa að horfa á það sama að loka óarbærum svæðum og meira þess að Century búin að horfa á það að loka í Bandaríkjunum og opna í Kína aðra verksmiðju. Þannig að þegar við sáum eins og í kjaradeilunni hérna daginn þegar var verið í vanandi Ísal að það verið loka bara álverunni eða næðist ekki að semja. Ég vil meina að það alveg verið hugsanlega raunveruleg hótun. Þess að ef það verið mjög óhagkvæmt að vera með álver hér, þá hafa þessi fyrirtæki alveg sýnt að annar staðar að þau hafa bara farið. En hvað framundan? Að til þess að við sjáum eitthvað viðsnúning í þessu verði, þá þarf koma einhver svona efnahagsbati, einhver svona hagvöxtur þarf aðeins að snúa við og þurfum að sjá kannski nýmarkaðsríkin fara að koma sterkar inn og ef það verður eins og spátnar eru núna að við séum of bjartsýn á hagkerfinu, þá gæti það haft einhver skammtíma áhrif þarna inn og þá aftur komum við inn á Kína. En svo náttúrulega ákveðin framleiðsla þarna eins og bæði aukin bílaeign og líka aukin eftirspurn frá til eins og game-iðnaðinum í Bandaríkjunum, bæði frá NASA og Aerospace fyrirtækjum, að þeir að vera að sækja eftir hreinna dýrar áli, það eru tækifæri fyrir þessi fyrirtæki. Bara sem dæmi til dæmis Alcoa að fara að skipta upp fyrirtækinu sín 2 fyrirtæki, annars við það sem er kallað svona grunninn og svo það sem er hreinna ál sem er notað í svona dýrari iðnað. Þannig það áhugavert að sjá hvernig það mun ganga að skipta því upp. En svo líka að styrking dollar hefur áhrif. Og styrking dollar hefur áhrif til dæmis á allar þessar hráur. Og svo bara frambúðið í dag bara enn og mikið. Það bara fullt af námum sem að ná í þetta og það bara mikið frambúð. Og það líka verðstríð á þessum mörkuðum milli framleiðenda. Aðeins bara mjög stuttlega því að vorum með hérna landbúnaðarvörur líka og ég ætlaði bara rétt að aðeins að sýna hérna eina mynd að hér S&P landbúnaðarvísitalan frá árinu 1974 og við sjáum það bara líka að sama sagan á þessum markaði. Hrávörur almennt í heiminum hafa verið að lækka. Það gott fyrir okkur sem neytendur, verra fyrir framleiðendur, en þetta er að allar hrávörur hafa meira meina verið að haldast í hendur, nema ég sá það að kaffi búið að halda nokkuð vel sjó. En þá spurningin hvernig fjárfesti ég í hrávörum og þetta kannski eignaflokkur sem við höfum ekki verið mikið að nota hjá okkur. Hér í uppgangstímanum í kringum 2007 var mikið fjárfesti í Noregi og við séð það líka hér bara áhuga til mér
á norskum olíufélögum og annað, þannig að menn hafa oft verið eða fjárfestar hafa oft verið að kaupa hráöru eignir í gegnum hlutabréf en það eru nokkrar aðferðir sem hægt er að nota til þess að gera þetta. Að það eru til alveg sérhæfðir verðbréfasjóðir sem að fjárfesta í hráörum og það eru mörg sjóðafyrirtæki sem bjóða upp á þetta, meðal annars til dæmis BlackRock býður upp á þetta sem við erum í samstarfi við, eins náttúrulega iShares sem er meira kaupallarsjóðir en það er fullt af sjóðafyrirtækjum sem hægt er að kaupa í. En kaupallarsjóðir myndi ég segja að vera oft svona hreinasta aðferðin við að kaupa svona beint í hrávörum. Að það er meðal annars sagt að skortselja vöru með því að þú kaupir einfallega kaupallarsjóð sem gefur neikvæða fylgni við vöruna sem þú ert að kaupa. Að þá kannski hækkar sjóðurinn þegar olíuverðið lækkar. Svo getur keyptir sjóð sem gerir okkur öfugt. Og þetta hefur töluvert verið mikið nota fyrir þá sem vilja horfa fram á það lækkandi olíuverð að geta nota þetta sem einhvers konar vörn. Þetta er oft samt ákveðin kostnaður í þessu sjóðum sem þarf líka að horfa í. Og svo líka hægt að kaupa gíraða sjóði sem að gefa þér 2 sinnum olíuverð, 3 sinnum olíuverð eða gullverð, en það er líka þá spurning í hvora áttina þú vilt fara. Þú getur keypt báðar áttir. En það sem að þarf aðeins að skoða í þessu er hvort að kaupallarsjóðurinn er að nota afleiður eða framvirk viðskipti, pappír eins og við sýndum með olíun áðan, með gullið áðan, eða hvort það sé að kaupa vöruna sjálfa. Almennt hefur maður sagt að það eru öruggari sjóðir sem að, ef þú ert að kaupa gull, þá er að kaupa kaupallarsjóð sem á gull. Ef þú ert kaupallarsjóð sem á bara afleiður, að þá ertu ekki með mótaðilega áhættu á gullið, heldur með mótaðilega áhættu á banka eða fjármálastofnanir sem hafa verið að skrifa afleiðurnar. En svo er þetta að kaupa bara einfallega hlutabréf í hráörum og sögulega var mjög spennandi að eiga viðskipti með til dæmis gullnámufyrirtæki í staðinn fyrir að kaupa beint gull af því að þau sveiflast með gullverðinu. Þannig það er að finna svona tækifæri líka eins og til dæmis þegar uppgangur var í norskum olíufélögum hér, þá gat maður keypt annarkvort DNO eða maður gat keypt fyrirtæki sem hét PGS eða fyrirtæki sem gat þá bara verið elta eða sem var að þjónusta henni niðurnað. Þannig að það er hægt að kaupa alls konar hlutafélög sem eru í tengdum iðnaði og njóta á góðs af hækkandi verði. Og það virkar svona eins og ákveðin gírun ofta á markaðinu og við sjáum það eins og gullnámufyrirtæki að þau hefur oft verið að sveiflast kannski 2-falt á við gullverð en þeir eru líka fengið algjörlega á baukinn núna í niðursveiflunni. En smá samantekt bara hérna rétt í lokin að í heiminum í dag hafa flestar hrávörur verið að lækka. Það er eiginlega sama hvert maður horfir. Hrávörumarkaðir eru tiltölulega ódýrir í dag. Sérstaklega ef við horfum á olíuna að þá sjáum við hvað þetta aukna framboð bæði frá Sádi-Arabíu, hvað Bandaríkjunum, hvað þetta er búið að gera með verðin og menn eru að keppast það að reyna að tryggja sér kaupendur á olíunni og spurningin er líka þá hvenær koma spákaupmennir inn. Venjulega þegar spákaupmennskan er orðin sem hæst þá vill markaðurinn aðeins yfirskjóta sig og það er það sem ég sá í fréttum í morgun að menn voru að veltaði fyrir sig hvort að lækkunin sem væri framundan eða menn var að spá $10 olíu eða $18 olíu að þá eru menn að reyna að segja að markaðurinn áttur að fara aðeins fram úr sér áður en hann kemur tilbaka. En allavega olían í dag og verðstríðið, það er alveg augljóst að það er, en ríkin sem er að framleiða olíu og ná í olíu get ekki verið með þetta verð næstu 10 árin. Sum geta það í 3 ár, sum geta það í 5 ár, en þau þurfa að balansera ríkisfjármálin sín einhvern veginn og þau gera það ekki með olíuna í 30. Ekki nema að skera verulega úr ríkisfjármálum og sem að held að fæst ríki geti að vilja gera, sérstaklega núna þegar það þurft að auka svona mikið kostnað í öryggismálum. Þannig að, en lágt verð hjálpar þjóðum eins og okkur. Við erum ánægðir hér að við erum búin að vera með launaskrið á markaði og kjarasamninga og lægra bensínverð. Þannig að við höfum meira milli handana heldur en við höfum ella haft ef olían væri 140 eða bensínið enn hærra. Þannig að það hjálpar okkur sem við þurfum að nota þetta sem orkugjafa. Útgerðin hefur notið góðs af lágu olíuverði og þess að hrávöruverðið þeirra hefur verið nokkuð hátt, afurðaverðið. Þannig að það lág verðbólga hefur verið að koma fyrst og fremst líka út af þá bara
lág verðbólga hefur komið út af lágu hráu verði. Og fyrir suma það áhyggjuefni eins og í Evrópu að þeir vilja fá verðbólguna aðeins upp af því að verðhjöðnun ástand sem þú vilt ekki koma hagkerfum í, þess að þá verða skuldirnar enn verðmeiri og almennur hægagangur í hagkerfinu og það getur leitt í neikvæðan spíral. Og svo það þessi stóri punktur sem við munum fara betur yfir á fundi hérna eftir 2 vikur, þar sem við förum aftur yfir erlenda markaði og þá bara yfir hlutabréfamarkaðina, að það mikið af ódýru fé í umferð. Seðlabankar heimsins eru búin að prenta peninga og það hefur létt undir með framleiðendum í þessum vörum að því að vaxtastigið lægra, en það spurning bara hvenær það mun koma út í einhvers konar verðbólgu og það einmitt svona eiginlega efnahagsleg tilraun sem að verður mjög áhugavert að sjá hvernig mun slúta svona þegar framleiðast undir. Og það svona þetta sögulega lága vaxtastig sem við erum með núna og þó svo að það muni hækka eitthvað eins og við sjáum að Bandaríkin að hækka vexti sem aftur hefur áhrif á gengi dollars og hefur þá leitt til lækkunar á hrávöru vegna þess að dollarinn verðmeiri. En einhvers staðar munu vextirnir ná jafnvægið en það verður örugglega neðar heldur en við þekkjum sögulega, einfaldlega út af skuldastöðu heimsins. Ég búinn með bara mitt mál og þakka þeim sem að fylgdust hérna með og við hér sem að sitjum, við verðum hérna áfram og ég tek spurningar eftir bara örstutta stund en við þökkum þeim sem að voru bara að fylgjast með á netinu.